Við byrjum á því að fara inn á canva.com og þar hægt að skrá sig inn ókeypis með til dæmis Gmail-inu, Facebook eða einhverju öðru netfangi. Við ætlum að skrá okkur með Google account eða Gmail-i. Þetta maili sem við ætlum að nota. Við skráum okkur hérna inn. Og þá erum við komin inn í Canva. Eins og þið sjáið þá eru alls konar möguleikar inn í Canva. Það er hægt að búa til veggspjöld og ýmsar kynningar og svona, en við ætlum að skoða ferilskrár, þannig að við ætlum að leita eftir resume. Og þá komum við upp alls konar möguleikar og aðalmáli hér er að finna ferilskrár sem svona passar við þinn persónuleika. Og ef þú ætlar að nota mynd, að velja ferilskrár með mynd. Það er ágætt að gera það. Veljum þessa. Ok. Aðeins að stækka sniðmatið þannig að við getum auðveldar unnið með það. Það er líka ágætt að nota fill eða bara, já, þið finnið hvað hendir ykkur best. Sem við rekum augun strax í eru rákir yfir þessari mynd, en það þýðir að hún kostar eitthvað þessi mynd. Þetta ætlum við að setja mynd af okkur, þannig að hún skiptir svo sem ekki allir máli. Til þess að sjá hvort að Canva ætlar að rukka okkur fyrir eitthvað, mynd eða íkon eða eitthvað, þá kíkjum við hérna í download. Þá sjáum við, jú, það er hérna 4 myndir sem að kosta eitthvað, sem við þurfum þá í rauninni að eyða út til þess að vera ekki rukkuð. Og við byrjum bara á því að leita eftir einmitt þessari mynd og þessum íkonum hér. Við hreinlega smellum bara myndina og ég ýti á delete á lyklaborðinu og þá er hún farin. Svo finnum við íkonin, hérna eru þau og ég geri það sama. Bara ýti á delete, vel íkonið, ýti á delete. Svo getum við fært þetta til, fram og tilbaka, þannig að þetta er svona miðjujafnast. Getum gert það eftir. Ef við kíkjum á download núna, þá ætti þetta að vera farið. Þannig að nú er þetta bara ókeypis sniðmat fyrir okkur. Og þá getum við farið að skoða setja inn okkar upplýsingar. Við breytum nú, byrjum að því að breyta nafninu okkar. Bæti því við hér. Og svo er allur gangur á því hvort við viljum setja eitthvað sérfræðititil hér, en það er þá helst ef að þú ert að fara að sækja aðeins þannig störf. Það er ekkert rosalega íslenskt að hafa sérfræðititil þarna, þannig í þessu tilfelli ætlum við bara að sleppa því og ég smelli á delete. Flott. Næsta skref er að setja mynd af okkur á ferilskrána. Þið getið farið hérna í uploads og sótt mynd á tölvun ykkar, eða ég var búin að opna hérna þessa fínu mynd sem er eitthvað sem getur nú alveg verið íslensk. Ég ætla bara að afrita hana og hoppast síðan yfir í ferilskrána aftur og geta smella fyrir utan og svo Ctrl+V. Nei, hún kom ekki. Jú, þarna kemur hún. Hún er svolítið stór. Þá bara byrjum við að minnka hana og svo þegar við færum hana svona eins og við sjáum hérna inn í ramman þá grípur Canva myndina. Og hún náttúrulega passar ekki alveg svona, eða það. Við getum alltaf fært myndina sjálfa. Þannig að hún passi.
þetta ekki betra? Ekki. Svo getum við leikið okkur með þetta. Ég færi þetta eitthvað aðeins niður, ég ætla nú ekki að gera það. Þetta er voða mikið bara svona fikt og stúss. Þið leikið ykkur svolítið með formin. Og bara ef við sjáum svona fullscreen mynd af því sem við erum með. Þá er þetta svona að verða að einhvers konar ferilskráð, allan komið nafn og mynd og svo förum við í að fylla inn í restina.